Kaupþing vildi lána auðjöfurinum Alisher Usmanov tæplega 300 milljarða króna til að kaupa á hlut í finnsku tryggingafélagi sem Exista, stærsti eigandi bankans, tapaði stórfé á. Kaupþing ætlaði að lána erlendum auðkýfingi tæplega 300 milljarða króna tæpum 2 vikum áður en bankinn féll til að kaupa 10% hlut í finnska tryggingafyrirtækinu Sampo. Stærsti eigandi Kaupþings, Exista, átti þá 20% hlut í finnska fyrirtækinu og seldi hlutina á brunaútsölu 2 vikum síðar með ríflega 200 milljarða króna tapi. Samkvæmt fundargerð frá síðasta fundi lánanefndar stjórnar Kaupþings sem haldinn var í Lundúnum þann 24. september árið 2008 og fréttastofa hefur undir höndum, voru samþykktar lánveitingar fyrir 450 milljarða króna. Til samanburðar má nefna að upphæðin er nánast sú sama og íslenska ríkið hafði í skatttekjur það sama ár. Féð átti meðal annars að lána Exista félögum sem þá var stærsti eigandi Kaupþings, öðrum stórum eigendum bankans, margum ræddum Al-Thani og hans félögum til hlutabréfakaupa í bankanum og loks auðkýfingnum Alisher Usmanov frá Úsbekistan. Usmanov átti að fá 270 milljarða króna, en samkvæmt heimildum fréttastofu var lánið aldrei afgreitt að fullu frá bankanum, óvíst er með afganginn af milljörðunum 450. Skilanefnd Kaupþings staðfesti við fréttastofu í dag að allar umræddar ákvarðanir lánanefndarinnar séu til skoðunar hjá nefndinni. Samkvæmt fundargerðinni ætlaði Usmanov að nota hluta fjárins til að kaupa tæplega 10% hluti í finnska tryggingafyrirtækinu Sampo, en auk þess skuldbatt bankinn sig til að fjármagna og leppa eignarhald Rússlands á stórum eignarhluti í rússnesku málmframleiðslufyrirtæki. Svo virðist sem fjármálagjörningurinn hafi aldrei verið afgreiddur í bankanum. Hugsanlega hefur fall Glitnis 2 vikum eftir að lánveitingarnar voru samþykktar haft þar áhrif. Daginn fyrir fall Glitnis var ákveðið á kvöldfundi í stjórn Exista að fela erlendum bönkum að annast flýtiútboð á 20% hlutfélagsins í Sampo. Strax morgunin eftir selur Exista ýmsum fjárfestum hlut sinn í Sampo fyrir ríflega 200 milljarða króna, en félagið tapaði 217 milljörðum króna á finnska tryggingafélaginu. 2 dögum síðar, þann 9. október, tók ríkið Kaupþing yfir. Alisher Usmanov er einn auðugasti maður heims. Á auðmannalista Forbes er hann í 100. sæti og eignir hans eru metnar á 7,2 milljarða dala. Það er ekki aðeins í Rússlandi að fjölmiðlar fylgjast með Alisher Usmanov. Breskir fjölmiðlar hafa einnig mikinn áhuga á honum því hann á rúm 26% í enska knattspyrnufélaginu Arsenal. Í haust kom í ljós að í hópi erlendra fótboltaliðs eiganda er Usmanov nú sá 3. auðugasti í Bretlandi, orðinn ríkari en sjálfur Roman Abramovich. Alisher Usmanov er fæddur 1953 í Úsbekistan. Hann var dæmdur í fangelsi á unga aldri vegna mútugreiðslna, fékk síðan uppreisn æru en stjórnarfarið í heimalandi hans er vægast sagt umdeilt. Usmanov tilheyrir þeim hópi rússneskra auðmanna sem bæði hefur góð sambönd heima fyrir og stundar viðskipti erlendis. Hann hefur mikil ítök í námu og málmgeiranum í Rússlandi og víðar, situr í stjórn eignarhaldsfélags Gazprom sem er umfangsmikið í rússnesku viðskiptalífi, er framamaður í samtökum rússneskra iðjuhölda og nátengdur rússneskum valdhöfum. Hann hefur keypt rússneska fjölmiðla en hefur ekki þótt efla sjálfstæði þeirra. Usmanov eignaðist hlut í símafyrirtækinu Megafon sem lengi var bitbein rússneskra auðmanna og tengdist einnig stjórnmálamönnum. Þar kom danski lögfræðingurinn Jeffrey Peter Galmont við sögu, en Galmont hefur verið lögfræðingur ýmissa íslenskra aðila. Nú síðast er Usmanov í fréttum fyrir að vera orðinn stærsti hluthafi í Facebook utan Bandaríkjanna. En af hverju hafði Kaupþing áhuga á viðskiptum við Usmanov? Samkvæmt heimildum fréttastofu hafði Kaupþing hug á umsvifum í Rússlandi og áleit að Usmanov gæti greitt götu bankans þar. Orðstýr Usmanovs er þó þannig að það væru ekki allir bankar tilbúnir að hafa úsbekan í viðskiptum.